Góðan daginn, kæru hlustendur Útvarp Akraness. Ég heiti Björk. Og ég heiti Jóel og við erum formenn nemendraðs grundaskóla. Yes. En það sem er búið að vera mjög lítið að gera hjá okkur út af COVID, að þá er það sem við erum að gera núna er að skipuleggja jóladagatal unglingadeildarinnar og ætlum að hafa smá jóladagatal á Instagram nemendraðs grundaskóla, þannig að endilega fylgist þið með þar. Og við ætlum að leiða ykkur í gegnum þáttinn leikur og starf í grundaskóla. Fyrsti bekkur ætlar að hefja leik og lesa upp hinar sígildu jólasveinavísur Jóhannesar úr Kötlum. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Þeir jólasveinar nefndust, jólin birtust þeir og einn þeir komu en aldrei tveir og tveir. Gestur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjásið og leik á bondan fél. Hann vildi sjúga ærnar, það var þeim ekki með sér. Ég hafði staufætur, það gekk nú ekki vel. Giljagaur var annar með gráa hausinn sinn. Hann skreið ofan úr gili og skrösti fjósið inn. Hann faldi sig í básonum og ófroðinni stál. Meðan fjósakonan átti við fjósamanninn tal. Stúfur sér sá þriðju, stubburinn sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hann í burtu og heyrti agninn á. Sem brunnu stundum fastar við barminn hér og þar. Sá fjórði þörungsleikir var fjarskalega mjór og ósköp var hann glaður þegar eldabuskan fór. Hann þaut hann eins og elding og vöruna greip og hélt með báðum höndum því hún var stundum sleip. Sá fimmti pottaskefill var skrítið kuldastrá. Þegar börnin fengu skófir, hann barði dyrnar á. Þau luku upp til að gáa, hvort gestur væri á ferð. Þá flýtti hann sér að pottunum og fékk sér góðan verð. Sá sjötti askasleikir var alveg dæmalaus. Hann fram undan rúmunum og með til ljóta haus. Fólkið setti askana fyrir kött og hund. Hann var stunginn var að ná þeim og sleikja á ýmsa lund. Sjöundi var hurðaskerður, þá var nokkuð klúr. Ef fólkið vildi í rökkrinu, þá fær vægan dúr. Hann var ekki sérlega nugginn yfir því, þá harkalega malaði kjörunum í. Gígámur sá áttundi var skelfilegt nauð. Hann hlamminn ofan á sánum með nefanum braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein. Stóð hann á blístri og stundi og hrein. Níundi var bjúgnakrakki, bráðóttur á snar. Hann hendist upp í rjáður og hnuplaði þar. Á eldhúsbita sat hann í sóti og reyk og át þar hangi bjúga sem engan sveik. Tíundi var gluggagægir grályndur mann sem laumaðist að skjáinn og leit inn hann. Eitthvað var þar inni álindlegt að sjá en oftast nær seinast í það reyndi að ná. Hallefti var gáttað fegur, aldrei fékk sá kvef og hafði þó svo lálegt og heljast á knef. Hann ilmaði brauði upp á heiðar fann
og réttur eins og leikur á lyktina rann. Kjötkrókur svo tolti, kunna ýmsum lag, hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessudag. Hann krækti sér í tutlu þegar kostur var á, en stundum reyndi stuttu stauturinn hans á. 13 stiga kertafnýti, þá var tíðin köld, en ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín, hann trítluðu bæinn með tálgakertin sín. Svo tíndust þeir í burtu, það tók nú frost og snjór, á 13. síðasti sveinstaulinn fór. Takk fyrir okkur. Takk hella fyrir upplesturinn fyrsti bekkur. Næst ætlum við að hlusta á lagið Torgiljómar eftir Valgerði Jónsdóttur í flutningin stúlkna úr 7. bekk sem í skólakór Grundaskóla undir leiðsögn Valgerðar. Næst ætla nemendur úr 3. bekk að leysa nokkrar skemmtilegar jólagátur. Hvað getur jólasveinninn sett marga pakka í tóman poka? Bara ein, eftir það pokinn ekki tómur lengur. Hvað hengdu snjókallinn og snjókallingin yfir vögguna hjá snjóbarninu? Snjóbolta. Hvað í desember sem ekki í neinum öðrum mánuði ársins? Stafurinn D bara í desember. Hvernig fyrir snjókarl í megrun? Hann ber eftir að vori. Hvað sagði snjókarl við annar snjókarl? Finnir þú lykt af gulrót? Hvað bara snjókarl í morgunmat? Morgunkorn? Nei, snjókarl! Hvað það sem rautt og hvítt og fer upp og niður? Jólasveinn fastur í lyftu. Hvað kallar þú jólasveinn sem eyrnahlífar? Hvað sem þú vilt, hann heyrir ekkert í þér. Mamma, maður við henda jólunum? Nei, elskan mín, við ætlum hafa rjúpur eins og allir aðrir. Ég heiti Linda María Líndal Márisdóttir og ég í 4. EK í Grundaskóla og ætla að lesa sögu sem ég samdi. Ég í Grundaskóla. Einu sinni var ég, Linda María, að labba í skólann. Það var fallegur morgun. Ég labbaði inn og svo marga vini mína, eins og
Brynju, Dagbjörtu, Freyju, Davíð, Daniel og fullt af fleirum skemmtilegum krökkum. Við byrjum á að lesa og fórum svo í nesti. Við fengum að horfa á mynd í nesti. Svo fórum við í útiveru en þegar ég var búin í útiveru fór ég í píanótíma. Ég spilaði nokkur lög, svo fór ég aftur í skólastofuna. Þar vorum við að vinna í nóvemberverkefninu. Þegar við vorum búin í því fórum við í list og verk. Það mjög gaman. Þar alls konar skemmtilegt að gera, eins og sauma, mála, smíða, hreisti, snillingar og spila tónlist. Síðan var matur, næst fórum við í útiveru og aðeins til umsjónarkennarans míns. Takk fyrir mig. Ég heiti Regína og í 4. KG. Ég heiti Stefán Indra og í 4. EK. Ég heiti Viktor Hugi og í 4. SBK og við erum nemendur í 4. bekk í Grundaskóla. Á degi íslenska tungu fengum við nemendur í 4. bekk nokkra fyrriparta til að botna. Við ætlum að lesa fyrripartana og hvernig við botnum þá. Þegar frostið fer á stjá fyllist alltaf klaka. Ég sagði við mömmu, má ég fá að baka? Skrítin jólasveinin sá, setja gott í skóinn. Þegar ég vakna þá, hleyp ég út í móinn. Skrítin jólasveinin sá, setja gott í skóinn. Börnum hjá skildum koma skjóinn. Góðar bækur glæðja mig, gaman að læra. Gaman að skrifa þig, ég vil engan særa. Komdu hingað kísa mín, kúrum hérna saman. Þú kærasta mín, að leika þig gaman. Kísa veiddi væna mús, vildi mér svo bjóða. Hún kom með hana inn í hús og mamma fór að hljóða. Kísa veiddi væna mús, vildi mér svo bjóða. Hún kom með hana inn í hús og bað mig hana að sjóða. Heim ég fer með létta lund, leik mér eftir skóla, langar svo að fara í sund, fer svo út að hjóla. Heim ég fer með létta lund, leik mér eftir skóla, mamma mín fór á fund pabbi hljóp til móa. Blaðið liggur borðið á, best það að nota, ekkert liggur á, byrja bara að gróta. Margt gott að glíma við, gaman að lita, á meðan ég bið frið, ég kakó að hita. Hund og kötti sá í sveit, svín og kýr og hesta, aparótt og geit, sveitin það besta. Hund og kötti sá í sveit, svín og kýr og hesta, og svo sá ég eina geit, hún var það besta. Oft gaman ef ég fer út á rólavöllin, þar vaksa ekki ber, en heyri hávar slátra sköllin. Oft gaman ef ég fer út á rólavöllin, en samt þar ekki ber, þá þau hlátursköllin. Ég heiti Herósk Ásgeirsdóttir og ég í 4. EK og ég gerði texta í skólanum og skólan minn. Grundaskóli. Ég í grundaskóla og mér finnst gaman að læra. Ég með mjög góðan kennara. Það gaman að leika í íþróttum hjá Helenu. Það líka gaman að vera í kofanum eða eyjunni. Ég á ekki marga vini en ég á samt vini. Það skiptir engu máli þó ég eigi ekki marga vini. Það sem skiptir máli að eiga vini. Maður byrjar á yngsta stigi, svo fer maður í kofann sem líka yngsta stig og svo á miðstig og endar unglingadeild og allt mjög skemmtilegt. Það hægt að gera mikið á útisvæðinu. Það hægt að renja sér, róla, klifra og hanga og spila fótbolta og körfubolta. Mötuneytinu oft mjög gott í matinn. Það fiskur, skyr, kjötbollur, súpur, hamborgari og miklu fleira. Fyrst lærir maður eitthvað létt en svo lærir maður alltaf eitthvað erfiðara og erfiðara. En ef maður duglegur að læra þá eiginlega allt létt sem framundan. Í listaverk sem líka kalla val verið að sauma, baka, syngja, smíða, mála, hreisti og snillingar. Stundum að koma með kökur og drykki í skólan, en alls ekki bjór. Suma daga má koma í búningum og oft slökun. Þá má koma með kodda í skólan. Það oft gott að taka koddan með heim ef það lús.
ef maður tekur ekki koddaðan heim, þá getur komin lús í koddan. Og svo allt í einu þegar lúsin farin og maður tekur svo koddan með heim, þá lúsin heima hjá þér. Þú vilt ekki fá lús í hárið þitt. Oft göngum í skólanum og ef maður duglegur að koma gangandi þá vinnur bekkurinn gullskóinn. Í skólanum 2 heimilisfræðstofur. Maður verður að hlýða starfsmönnum. Stundum starfsfólkið strangt en bara þegar krakkarnir hlýða ekki. Við lærum virðingu og traust og áhrif og tilheyra ykkur gleði og frelsi. Það frístund hjá öllum sem vilja en maður verður að vera skráður í frístund. Í frístund að hafa gaman og mikið leikur. Í frístund fyrir maður alltaf út að leika nema það svakalega vont veður. Þá vill maður helst vera inni. Skólinn lýkur alltaf og maður alltaf að læra eitthvað nýtt og að enginn skapa meistarann. Grundaskóli skemmtilegur skóli. Takk fyrir. Já, næsta lag í flutningi nemenda úr öðrum bekk og ber heitið Snjókort falla undirleik og upptöku sáðir Flosi og Sammi. Ég heiti Róbert Kári Örnólfsson. Ég heiti Erna Guðrún Jónsdóttir. Við í 5H ákváðum að hafa umgjörð okkar bekkjarsáttmálann flugvél sem fékk nafnið 5H 2010. Við ákváðum að vinna með orð, hjálpsemi, jákvæðni, kurteisi og bjóða öllum að vera með. Við í bekknum komum öll með hugmyndir og orðum sem okkur langaði að standa fyrir sem einstaklingar og hópur og kusum síðan þessi 4 til að vera okkar leiðarljós í vetur. Einnig kusum við hugmyndir að útliti á bekkjarsáttmálanum yrði sem sýnilegastur í stofun okkar. Úr var þessi glæsilega flugvél. Við vorum öll sammála að flugvélin væri góð hugmynd. Við erum mörg saman á sama stað. Það er alveg nauðsynlegt að fara eftir góðum gildum eins og bekkjarsáttmálinn okkar. Það er til að láta samskiptin ganga vel og öllum líði vel. Líka fannst okkur sniðugt að nota flugvélina því að COVID-vesenið er búið. Langar okkur til að geta farið að ferðast aftur. Þá er nauðsynlegt líka að fara eftir öllu því sem sáttmálinn okkar byggir af og til. Flugferðin verður skemmtileg og notaleg. Okkur fannst orðið hjálpsemi alveg nauðsynlegt. Í sáttmálanum því að við ætlum okkar alltaf að vera dugleg að hjálpa hvert öðru, bæði í skólanum og utan hans. Jákvæðni var líka sjálfsagt að hafa því ef við erum ekki jákvæð þá ganga hlutirnir ekki eins vel fyrir sig og allt verður erfiðara. Bros fylgir jákvæðni og eitt bros framan í einhvern getur breytt deginum fyrir okkur. Ef við sjáum alltaf jákvæðar hliðarnar á málunum verður skólinn og lífið svo miklu betra. Að vera kurteis við alla hjálpar okkur til að líða vel og láta fólki líka við okkur. Ef við erum kurteis skiljum við eftir okkur gott og jákvætt orðspor sama hvar við ferum. Þá alltaf að bjóða öllu með. Við eigum að passa okkur að skilja aldrei neitt út undan og sjá til þess að allir geta verið með í því sem verið er að gera. Hvort sem er það verkefni í skólanum, íþróttir, afmæli eða bara hvað sem er.
Það á aldrei neinn að þurfa að vera eða einmana. Það var gaman að vinna bekkjarsáttmálann og við í 5. IH erum alveg ákveðin að fara eftir því sem við ákveðum og ræddum. Stundum getum við gleymt okkur aðeins og þá alltaf einhver sem minnir okkur á að muna orðin. Hjálpsemi, jákvæðni, kurteisi og bjóða öllum vera með. Ég heiti Styrmir Og ég heiti Ásdís. og við erum að lesa upp í útvarpi Akraness. Við erum nemendur í 5. bekk Grundaskóla og okkur langar að segja frá bekkjarsáttmála sem við gerðum fyrir skólaárið 2020 og 2021. Á hverju skólaári gerum við bekkjarsáttmála sem sáttmáli sem hver bekkur gerir fyrir sig. Bekkirnir vinna eftir þeim sáttmála sem bekkurinn ákveður að gera á hverju skólaári. Margar hugmyndir komu upp þegar við erum að ákveða hvernig við viljum hafa bekkjarsáttmálann og við ræðum mikilvægi hans og komum okkur saman hvernig við viljum hafa hann. Við veljum orð sem okkur finnst mikilvægt að vinna eftir. Við í 5. HJ ákveðum að gera víkingaskip þar sem áhöfnin í skipinu nemendur og kennarar í bekknum. Hugmyndin á bakvið víkingaskipið sú að við varum að fara í langa ferð og þurftum að vera saman í langan tíma í frekar þöngu rými. Við þurftum að ákveða hvernig við ætlum að hafa þessa ferð okkar, hvað við þurftum að gera til að ferðin yrði góð fyrir alla og hvernig við vildum hafa umferðin okkar. Einnig þurftum við að ákveða hvaða markmið við ætlum að setja okkur svo við gætum farið í þessa ferð þannig öllum líði vel og gætu átt góð samskipti. Þar sem við erum að læra víkingana á þeirra tímabil í vetur þá fannst okkur gaman að geta einnig tengt bekkjarsáttmálann við það sem við værum að læra og reyna að setja okkur í hlutverk víkingana þegar þeir voru að sigla á Knorranesinni á milli landa eða hvernig fólk á þessum tíma þurfti að lifa í sátt í þröngu rými og hafa ekki allt til alls. Við ákveðum að velja 4 orð sem við ætlum að vinna með eftir í þessari ferð en þau eru virðing, traust, samvinna og hjálpsemi. En þessi orð fannst okkur mikilvægt að hafa í ferðatöskuna á leið okkur í þetta ferðalag á Knorru 5. HJ. Við veldum orðið virðingu af því að þegar við erum saman og ætlum að ferðast saman í langan tíma þá verðum við að bera virðing hvort fyrir öðru þar sem við erum ólíkir einstaklingar og höfum mismunandi á skoðanir og þarfir. Orðið traust veldum við því að ef við ætlum að vera góðir samferðamenn og vera saman þá þurfum við að geta treyst hvort öðru og vinna traust hvers annars. Samvinna þarf að vera með í för þar sem við þurfum að vinna saman af því að ferðin okkar saman geti verið góð fyrir alla. Hjálpsemi veldum við af því að við þurfum að hjálpast að ef við ætlum að komast á þann áfangastað sem við settum okkur og láta þessa ferð okkar saman vera skemmtilega og góða. Með þetta að leiðarljósi höldum við að ferðin veri bæði áhugaverð og skemmtileg fyrir alla sem fara hana með okkur. Ég vona þú vitir að ég gæfi þér allt heiminn og stjörnurnar ég lofa ég vona þú vitir að ég gæfi þér allt heiminn og stjörnurnar ég lofa þeir spila leik Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Hvað segi ég gott? Ég bara góður. Ég heiti Jóel. Já. Og ég heiti Björk. Og við ætlum að vera með smá svona slúðurhorn frægafólksins. Slúður frægafólksins, hver Já. fílar það ekki? Ég fíla það mjög vel. Já, ég er gaman að því. Já, ekki bara vinda okkur inn í fyrsta Hvað molan. að gerast þannig út í heiminum? Sko, sögur segja að Ellen DeGeneres úr þáttunum Ellen muni ekkert endilega snúa aftur í þættina. En þeir hafa verið í pásu á meðan COVID stóð en fólk hefur verið að deila sínu sögum á Ellen og þær virðast ekkert vera neitt rosalega góðar. Vá, mér finnst þetta vera mjög skrítið vegna þess að Ellen, ég lít á hana sem bara mjög hressa og góða konu sko, þegar maður sér hana í þáttunum Ellen. Já, hún allavega lítur út fyrir það en
kannski er hún ekkert eins og hún lítur út. Hvað er fólk svona að segja? Starfsfólk sem hefur unnið fyrir hana er að segja að hún banni fólki ofta að horfa á sig og að hún banni starfsmenn að koma nálægt sér og þú veist öskra á fólk bara fyrir framan þau og hún talar ekkert í gestina sína fyrir þáttin eftir þáttin, hún bara er Bara reyndar sagt dónaleg basically. Já, eiginlega. Já. En ert þú ekki með eitthvað? Heyrðu, ég er með sjóðandi heita frétt, aðeins kannski á skemmtilegri nótunum. Já. En engin annar en Ed Sheeran var að eigna sitt fyrsta barn með konunni sinni Sherry Seaborn. Já, ég mitt sá það að hann er ekkert búin að posta neitt á Instagram í einhverja 9 mánuði eða eitthvað, bara meðan hún var. Meðan meðgöngin stóð. Já. Mér finnst þetta frekar merkilegt, sko. Já, eða þú veist, já, hann líka að ná að leynda sig. Ég heyrði samt að sögur voru eitthvað í gangi þetta, en Já, það var grunað að hún væri. já, en heyrðu, ekki bara vinda okkur í nýtt lag? Endilega. Já, þetta er geggja lag. Já, peppandi. Já, gott svona á þriðjudags morgni. En næsta slúður fréttin sem að ég er með er þetta. Sérsveit Bandaríkjanna leitaði á heimili frægu YouTube-stjörnunar Jake Paul, en í júní braust Jake inn í verslunarmiðstöð í Arizona sem hann býr eftir mótmæli Black Lives Matter og hann var eitthvað að taka þetta upp og setja þetta á YouTube, en sérsveitin var sem sagt að leita og eitthvað, en ekkert hefur allavega komið strax í ljós hvað fannst, eða það hefur greinilega bara ekkert fundist heima hjá honum. En var hann ekki handtekinn í eitthvað? Jú, ég held Hann fór. hann hefur verið handtekinn eitthvað, en hann, já, Er allavega ekkert já, það allavega náðist myndir af FBI heima hjá honum vera að sko leita. leita út allt, Já, fullt já. af einhverjum sérsveitamönnum. Heyrðu, nú kemur að TikTok-kortinu. Þetta er hérna uppáhalds mitt. Ég er mikið fyrir TikTok og hef gaman Björk að því. fylgist mikið með TikTok, ég er Já. ekki alveg þar. Ég er mjög mikið inn í slúðurinn þarna hjá TikTok-stjörnunum. Já. En heyrðu, svona eiginlega 2 nýjustu fréttinnar sem að ég hef séð hérna núna upp á síðustu daga er að Josh Richard, sem er 18 ára TikTok-stjarna, er hættur með Nessu Barrett, fyrrverandi kærasta hans. Þau voru búin að vera saman í það bil 7 mánuði og þeirra samband var mjög mikið að blómstra hjá yngri krökkunum á TikTok. Já, það er Já. bara svoleiðis. Heyrðu, önnur hérna geggjufrétt. Það eru líka sögusagnir að Noah Beck og Dixie D'Amelio, systir Charli D'Amelio, sé að deyta. Og það er stóra frétti því að Griffin Johnson, veistu hvað það er? Nei, ekki hugmynd. Fyrirfrandi kærastinn af Dixie D'Amelio, hann hélt fram hjá Dixie. Já. Og núna eru mjög mikið af sögursögnum og allir út í heima að tala hvað Noah Beck og Dixie eru búin að vera mikið náin saman og það er haldið að þau séu að deyta. En býtu, á hún ekki kærasta núna? Hver? Dixie? Dixie, nei, hún er laus út af því að Griffin hélt fram hjá henni. Já, það er svoleiðis. Ok, heyrðu, hlustum líka á þetta. Try Everything með Shakiru. Heyrðu, ég ætla að segja eins frá næstu frétt eða slúðumóla.
John Legend og Chrissy Teigen að selja 3,3 milljarða húsið sitt í Beverly Hills en húsið 800.000 fermetrar og með 7 svefnherbergjum og 8 klósettum. Shit. Það brútal stórt. Hver myndi ekki vilja búa þarna? Væri ekkert á móti, ég búinn að sjá þessa myndir sko og það sjúklega flott. Já, ég var ekkert á móti. Það 2 risa fataherbergi bara örugglega stærri en bara í bara hús sko. Bara venjulegt bara einbýlishús. Jælir. Það bara, já, greinilega nóg af pening þar. Já. En heyrðu, ég með hérna eina íslenska frétt sem að svolítið merkileg og skemmtileg því að þetta náttúrulega hérna á Íslandi sem að fólk búið að taka eftir en Patti okkar besti mögulega að deyta einhvern útlenskan gaur. Fyrir þá sem vita ekki hver Patti þá hann fræg samfélagsmiðla og raunveruleikastjarna. Hann þekktur fyrir að vera kallaður Patrekur Hæmi, ef þið viti hvað hann leikur í enda þáttunum Æði og svona. Ja, leikur menn þeir ekki leiknir þættir, þeir leiknir raunveruleika þættir. Já, en vel steiktir. Kæristan hans sem sagt postar vídeo á TikTok mjög bara óvænt, það vissi enginn af þessu, þá bara eru þau þarna bara í slummu og enginn veit hvað grumsalegi maður þetta, bara hvaða grumsalegi maður Patrekur Hæmi að deyta? Ég ekki viss. Við heitum Árný Lea og Aron Kristinn. Við í 5. HG ákveðum að föndra litríkan regnboga til að hafa sem bekkjarsáttmálan okkar. Allir í bekknum komu með hugmyndir hvernig við vildum hafa bekkjarsáttmálan sýnilegan í stofunni okkar og hugmyndin regnbogan varð fyrirvalinu. Við ræddum það hvernig okkur líður þegar við sjáum regnboga, þegar það sól og rigning á sama tíma og það birtist regnbogi á himnum. Við vorum öll sammála á því að þegar við sjáum regnboga á himnum þá finnst okkur hann fallegur og litríkur og við finnum til gleði og brosum. Við í bekknum komum öll með hugmyndir að orðum sem að okkur langaði að standa fyrir sem hópur. Við völdum síðan þessi 4 orð sem við vildum hafa í okkar bekkjarsáttmála. Við ákveðum að finna með orðin hjálpsemi, jákvæðni, vinátta og öryggi. Okkur fannst orðið hjálpsemi mjög mikilvægt því við hugsum að ef við sýnum hjálpsemi og erum duglega að hjálpast að, þá erum við líka jákvæð og sýnum vináttu. Jákvæðni fannst okkur líka mikilvægt að hafa. Ef við erum jákvæð þá gengur allt mikið betur, við erum glaðir í skólanum og frekar tilbúin að hjálpast að. Ef við erum jákvæð þá brosum við líka meira og fórum við að hugsa þegar við sáum regnboga þá kemur brostíðan svo flottur. Við völdum einnig orðið vinátta því ef við erum góðir vinir og bekkjarfélagar þá líður okkur betur, okkur gengur betur í skólanum og erum jákvæðari. Okkur finnst líka vinátta svo mikilvæg því við finnum öryggi þegar við erum góða vini og bekkjarfélagar sem sýna hjálpsemi. Okkur finnst mikilvægt að finna öryggi bæði í bekknum, skólanum og í lífinu. Við viljum hjálpast að og vanda okkur svo allir finni sig örygga í bekknum. Það var mjög gaman að vinna með bekkjarsáttmálan og við erum ánægð að hafa fallegan og litríkan regnboga upp á veggi í stofuna okkar. Ég heiti Helga. Ég heiti Þóra. Og ég heiti Bríet. Og við erum í skólakór Grundaskóla og við ætlum að syngja Gef mér gott í skóinn. Gefðu mér gott í skóinn, góði jólasveinn í nótt. Úti þú orkar snjóinn, inni sef ég vært og rótt. Góðir þú mátt ei gleyma, glugganum nú sef ég hjá. Blásamlegt að dreyma, dóttir sem ég fæ þér frá. Góðir svengi hjartaskó, glugga gistu á. Og þú
Góðan daginn, við erum krakkar úr 7. bekk í grunnskóla og við ætlum að segja ykkur frá neteinelti og netunum 5. Við heitum Viktor, Fjalar, Ari, Enok, Elísa, Karína, Svava, Jóhanna og Linda. En ef við ekki að byrja á því að útskýra einelti? Jú, það kannski best svo allir skilji hvað einelti er. Einelti er endurtekin athöfn eða hegðun, þar sem hópar eða einstaklingar neturlega gera lítið úr, særa eða ógna öðrum einstakling. Einelti hefur margar birtingarmyndir, en það getur falist í móðgun, særandi orðum, ógnum, baktali, lygum og líkamsmeiðingum. Stundum er einelti augljóst öllum sem vilja sjá það, en oft er það mjög dulið og alls ekki augljóst. Einelti er þrífst í hópnum, en það getur verið hópar í skólanum, íþróttum eða vinahópar. Þegar einelti er í hóp er það oftast svo að hluti hópsins horfir hlutlaust á og gerir ekki tilraun til að stoppa eineltið. Flestir verða bara hræddir við að verða fyrir því sama eða átti sig ekki á því hvað er í gangi. Þess vegna er svo mikilvægt að segja frá hvað einelti er. En neteinelti er allt annað. Ari og Enok ætla að útskýra það betur. Hæ, við ætlum að útskýra fyrir ykkur hvað neteinelti er. Enok, nærðu þú að útskýra það betur? Já, ég skal segja ykkur hvað neteinelti er. Neteinelti er stríðni á netinu af einstaklingi eða hópi, endurtekið yfir ákveðið tímabil gegn öðrum einstaklingi. Er neteinelti ekki þá orðið stærra vandamál í dag og það eru allir í tölvunni? Og er líka svo erfitt að vita hver er hvað á netinu, sem er nefnilega undir dulnefni. Já, það þarf alltaf að passa sig hvað maður gerir og setur á netið, en þarf að láta vita á neteinelti. Já, það er mjög mikilvægt að tilkynna allt neteinelti eða áreiti. Fyrsta skrefið er að láta einhvern fullorðinn vita hvað er í gangi. Það getur verið foreldri eða kennari eða einhver annars sem þú treystir. Það er svo gott að vita þetta. Það er líka einhver orð sem hægt er að tileinka sér svo maður passi sig á netinu. Já, netorðin 5. Hæ, ég heiti Elísa og ég og Karína ætlum að segja ykkur frá netorðunum. Netorðin 5 eru leiðbeiningar sem aðstoða börn og ungmenni við að tileinka sér heilbrigða og örugga netnotkun. Þau eru gefin út af SAFT, Samfélag, fjölskyldu og tækni. Karína, geturðu sagt okkur frá fyrsta netorðinu? Já, fyrsta netorðið er allt sem þú gerir á netinu endurspegla hver þú ert. Við þurfum alltaf að hugsa að við séum sátt við það sem við setjum á netið eða gerum á netinu. Einmitt. Næsta orð er komdu fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. Netið er stundum notað til að særa annað fólk og það er ekki boðið. Hugsum okkur því vel áður en við segjum eitthvað eða setjum eitthvað á netið sem getur sært aðra. Við myndum ekki vilja að það væri gert við okkur. Næsta orðið er ekki að taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. Það getur verið hættulegt að vera í samskiptum við fólk sem að þau þekkir ekki nema í gegnum netið. Einnig þurfum við að passa upp á allt sem við tökum þátt í á netinu. Við vitum ekki hvað er á bak við skjáinn. Já, einmitt. Því allt efni sem við setjum á netið er opið öllum, alltaf. Það er einmitt næsta orð. Það er ekkert einkalíf á netinu og þar er allt opið öllum. Ef við viljum ekki að allir sjáu, þá skulum við ekki setja það á netið. Þú berð einmitt ábyrgð á því sem þú segir og gerir á netinu. Í síðasta orðið okkar. Það er hægt að rekja allt sem sett er inn á netið og þess vegna þurfum við að geta að svara fyrir allt sem við segjum þar inn. Þetta er mjög flott orð, en getum við reynt að setja þetta inn í okkar raunverulega líf? Ég, Svava, Jóhanna og Linda ætlum að segja ykkur 2 sögur og nota netorðin til að leysa sögurnar. Jóhanna, getur þú byrjað á að segja okkur söguna Klöru? Já, Klara setur inn vídeo á TikTok á Andreu vinkonu sinni. Andrea bað Klöru að eyða vídeónu en Klara lofaði að setja bara sem private vídeo og eiga það sjálf. Klara endaði síðan á því að setja það óvart á For You page þar sem allir geta séð vídeói. Hún fattaði það ekki fyrir einn daginn eftir þegar Andrea hringdi brjáli í hana því fólk voru að skrifa ljóta hluti Andreu. Hvað getur Klara gert? Hún getur byrjað á því að segja foreldrum eitt vídeónu og svo þarf hún að byrja Andreu fyrirgefningar. Hún fékk aldrei leyfi að pósta því. Þarna er hægt að nota nánast öll netorðin en netorðið
Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á netinu á mjög vel við þarna. Klara þarf að passa sig því hún ber ábyrgð á öllu sem hún setur á netið. Já, það er rétt og gott að hugsa líka að þú vilt koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir eigi að koma fram við þig. Linda, ert þú ekki með aðra sögu til að segja okkur? Jú, það er mann Freyju, en hún setti vídeóinu í YouTube af sér dansa og vinkonur hennar Svara sá það og skrifaði að hún var ógeðsleg og fleiri ljót komment. Freyja sá þetta ekki fyrir næsta dag og leið mjög illa en vildi ekki segja neinum frá þessu. Það var svo Gunna, vinkona þeirra, sem sá þetta og talaði við Freyju. Freyja vildi ekki búa til neitt vesen, þess vegna sagði hún ekki neitt. Svava, hvað getur Freyja gert? Eins og áður er rosa gott að segja einhverju fullorðnum frá þessu og sýna þeim hvað Sara sagði. Síðan þurfa þær vinkonur að tala saman og ræða hlutina. Sara þarf líka að biðja Freyju afsökunar. En fannst þér ekki gott að Gunna að segja frá hvetja Freyju til að tala við eitthvað? Jú, bara frábært. Því að Gunna vissi kannski alveg að Sara væri ekki vond manneskja og eins og eitt netorðið segir, þá er það svoleiðis að allt sem þú gerir á netinu endurspeglast hver þú ert. Sara vill örugglega ekki vera vond manneskja. Nei, einmitt. Það þurfa allir að passa sig alltaf. Við ætlum að hvetja krakkana að láta vita ef þau verða vitni á netinelti því það skiptir miklu máli. Takk fyrir okkur. Við mælum með því að þú tilengir þig þessi orð. Þau eru geggjuð og skipta miklu máli. Næst ætlar 7. bekkur og Sammi að flytja fyrir okkur lagið Vertu með. Lagið hafa eflaust margir heyrt áður en er að ræða íslenska útgáfu á laginu When I'm Gone eða Cup Song. Hæ, ég heiti Þorkatla Þyrí og ætla að segja ykkur frá verkefni sem við nemendur í 7. bekk í Grundaskóla erum að taka þátt í. Í haust fengu kennararnir okkar styrk til að taka þátt í Erasmus-verkefni fyrir hönd Grundaskóla. Verkefnið heitir Hlýnun jarðar og líffræðilegu fjölbreytileiki og er samstarfsverkefni við nokkra erlenda skóla. Markmið verkefnisins er að efla þekkingu okkar nemenduna á málefninu, að við lærum hvað það er sem veldur hlýnun jarðar og hvað við getum gert til að sporna við henni. Verkefnið er upphaflega í samstarfi við 5
skóla frá 4 öðrum löndum. Það frá Finnlandi, Portugal, Ítalíu og 2 skóla frá Kýpur. Það fór þó svo að Ítalía dró sig út úr verkefninu núna í haust vegna ástandsins þar í landi af völdum kórónuveirunar. Verkefnið stendur yfir í 2 ár og planið að kennarar fari í heimsóknir til allra þessa landa með 4 nemendur í senn. Nú þegar verkefnið nýkomið af stað sjáum við fram á að það þurfi að gera töluvert miklar breytingar. Fyrsta ferðin með nemendur átti til dæmis að vera til Finnlands í desember. Það nokkuð ljóst að hún verði ekki og óvíst hvort nokkuð verði farið á þessu skólaári. Þegar til þess kemur að hægt verði að ferðast á milli landa, þá hefur hvert land skipulagt námskennsluþjálfunarverkefni sem byggist á mismunandi þáttum verkefnisins. Í Finnlandi verður áherslan á að endurvinna, endurnýta og flokka, en það passar einmitt mjög vel við Malaví-verkefni grundaskóla. Í Portugal verður áherslan á degi vatnsins og heilsusamlegri útivist. Í Kýpur læra nemendur lífræna ræktun og að elda úr lífrænu hráefni, en lokaafurð verkefnisins verður sameiginleg uppskriftabók þar sem unnið með lífræn hráefni. Lokaheimsóknin verður svo hér á Íslandi þar sem hópurinn lærir hreina orkugjafa og hvernig þeir eru nýttir á Íslandi til raforku, húshitunar og fleira. Þrátt fyrir byrjunina á verkefninu sé ekki eins og upphaflega var reiknað með, þá munum við reyna að halda skipulaginu sem kennararnir hafa sett saman og vera í staðinn í rafrænu samskipti við samstarfsskóla okkar. Verkefni eins og þetta frábært tækifæri fyrir okkur nemenduna til að kynnast krökkum frá öðrum löndum og þeirra menningu. Tíminn verður síðan bara að leiða í ljós hvað verður af ferðalagunum. Eitt þó víst að lífsskilyrði okkar á jörðinni muni halda áfram að versna ef við mannfólki gerum ekkert til að draga úr mengun og við verðum ekki náttúruna. Við viljum því leggja okkar af mörkum í að sporna við hlýnun jarðar með meðal annars þátttöku okkar í þessu verkefni. Takk fyrir. Fyrr á þessu ári fékk Sigurður Brynjarsson fyrstu verðlaun í nýsköpunarkeppni grunnskólanna. 7. bekkur hefur tekið þátt undanfarin ár undir góðri leiðsögn Valdísar Sigurðsdóttur. Hugmyndin hans heitir Með okkar augum og lék okkur forvitna að heyra verkefnið og keppnina. Sigurður komin hérna til mín. Vertu velkomin. Hæ. Hvað segirðu gott? Ég segi bara nú allt fínt. Já, hvernig gengur skólalífið á COVID-tímum? Það smá skrítið en það gengur heldur bara vel. Já, hvað skrítið við það? Aðalega við þurftum að hafa grímur og það var það þurfti að sitja 2 metra í burtu frá bekkjarfélögunum. Já. Þetta svolítið breyting. En ef við snúum okkur aðeins að keppninni. Af hverju tókst þú þátt í nýsköpunarkeppninni? Sko, það var dálítið að við þurftum að keppa í henni, en ég hafði líka bara áhuga á að keppa í henni og þegar það var verkefni fyrir fyrir smiðju. Og þannig að nýsköpunar vinnan í smiðinu, hún hvatti þig til þess að taka þátt. Já. Maður þurfti að koma með hugmyndir en maður fékk að ráða sjálfur hvort maður vildi senda þær inn. Ok. En hugmyndi þín Með okkar augum, hvernig var hún til? Sko, það var þema fyrir þetta ár í nýsköpunarkeppninni. Það var það var eitthvað vandamál eða eitthvað, man ekki alveg, vandamál í heiminum eitthvað. Já. Og þá var ég og ég var búin að búa til alls konar hugmyndir og eitthvað sem var dálítið erfitt að gera, voru ekki alveg það raunverulegar. En síðan bara kom ég upp með þetta app sem að mér fannst bara frekar góð hugmynd og sendi hana inn og hún bara komst alla leið. Hún komst bara alla leið. Hvað þetta app? Hvaða hugmynd þetta? Þetta app fyrir blindra sem að geta þá fengið hjálp frá þeim sem að geta sé bara með kamerunni frá símanum þeirra og geta fengið hjálp við bara það sem að þau vantar hjálp við. En eins og í gær þá sýndi mamma mín og pabbi, það var einhver danskur blindskertur
sem var búin að búa til app alveg eins og ég kom með hugmyndina. Já, það er svolítið spennandi. En hefur eitthvað að því að þegar þú fékkst verðlaunin afhent í grundaskóla, þá var svolítið rætt að þú fengir kannski tækifæri til þess að gera eitthvað meira með þetta. Hefur það, kannski kom akkurat COVID, en hefur það eitthvað verið? Sko, þeir sögðust að hafa samband við mig, en ég held að ég held að sé enginn að vinna í nýsköpunar einmitt núna. Nei, þannig að þetta er kannski svolítið í biðstöðu. Bara vonandi. Myndirðu vilja fá tækifæri til þess að fara með þetta lengra? Gera eitthvað meira með þetta? Já, það væri bara mjög skemmtilegt og ég átti nefnilega líka að fara þangað og hitta hana sem að ræður yfir öllu. Já. Og hún kom ekki til að afhenda verðlaunin. Nei, einmitt spennandi. En ef þú fengið tækifæri til þess að taka þátt aftur í nýsköpunarkeppninu, myndirðu gera það? Já, ég komið frekar góða hugmynd sem að var kannski mjög mikið fyrir þema í fyrra en það góð hugmynd hvort sem er. Spennandi, það verður spennandi að sjá ef þú sendir hana og ferð eitthvað meira með hana. En svona kannski áður að hættum, verðum við þá ekki að spyrja svona spurningu hvernig er leið þegar þú vissir að þú vannst nýsköpunarkeppnina? Ég var mjög glaður og ég bara vissi ekki alveg hvað þetta að segja. Ég vann og þá var þetta bara mjög góð tilfinning og ég var mjög glaður. Já, glæsilegt. Herru, takk kærlega fyrir spjalli og gangi þér vel áfram. Hlakka til að fylgjast með þér. Takk kærlega fyrir. Nú er þátturinn senn á enda. Við viljum þakka öllum þeim nemendum og starfsfólki í skólan sem lögðu sitt af mörkum við sérstakar aðstæður og gerðu þáttinn að veruleika. Anna Bekkur ætlar að ljúka þættinum með því að syngja lagið Gleðileg jól allir saman. Undirleik og upptöku sáu Flosi og Sammi.